Og svo lík ég þarna doktorsprófi í þjóðhagfræði 86 og hef síðan unnið hjá Evrópubandalaginu, Alþjóðabankanum og Matvælastofnun Sameinuðu þjóðanna. Já, þetta allt saman mjög... ég sé ekki til fyrirstöðu að menn getur bara skrifað undir. Nei. En það kannski með launin. Þau eru nú kannski ekki til að hrópa húrra fyrir svona, miðað þess að þú ert vanur. Þetta nú ekki nema rétt 700.000 á mánuði. Já, ég átta mig á því. Ég felli mig alveg við það. Þú gerir það? Já. Herðu, þá skulum við bara skrifa undir. Ég skrifa það hérna, sko. Já. Gjörðu svo vel. Hvað lykt er þetta? Heyrðu, þú reykir þó ekki það? Ég? Já. Hvernig dettur þér í hug að koma hingað inn? Heldur þig ég ráði hingað fíkniefna neytendur? Viltu bara gjöra svona og koma þér út hana eins og skotur? Síðasti reykingamaðurinn. Honum var hvergi vært. Hann lagði sig í bráða lífshættu á hverjum degi. Ekkert athvarf var öruggt fyrir hann. Við vitum að þú ert þarna inni! Láttu út að brjóta hurðina hana! Hvað? Heyrðu, varst að reykja? Nei, ætlar að drepa okkur öll hana, dópistinni! Ef þú reynir þetta einu sinni enn, þá voru þú kærður fyrir morðtilraun! Drepuðu, þykar! Sko, gerir fólki mesta sakleysi að drekka sig full og þú ætlar bara að svæla það út. Ég er bara með létta sígarettu! Létta sígarettu, já. Heyrðu, það er sko stranglega bannað að eitra fyrir heiðverðum borgurum. Ég skal lofa þér einu að þetta mál, það týnir sko ekki í kerfinu. Komdu með mér. Útskúfaður úr mannlegu samfélagi, fyrirlitin af meðbræðrum sínum, rúinn allri sjálfsvirðingu, einn í heiminum. Síðasti reykingamaðurinn, hörmulegur harmleikur sem lætur engan ósnortinn, stranglega bönnuð börnum. Síðasti reykingamaðurinn.